Þegar ég legg af stað eftir næturgistingu við Lagúnavatnið, þá kem ég að Kúasmala og þegar hann sér mig, að þá fór hann á Þeysireyr og ég dáðist á honum hvernig hann gat haldið sér á baki. Hann var að ríða hestinum berfætt. Ég skynjaði að það náttúrulega að hann var að ganga í augun á ferðamanninum. Og þetta var heldur betur góð byrjun á deginum og skildi þó ekki vera fyrirheit það sem koma skildi. Nú var ég farin að ferðast það sem maður getur sagt þessar hefðbundnu sveitir í Eþíópíu. Og ég nýt mín vel í þessum aðstæðum. Og það eru akkurat þessi móment sem draga mig aftur og aftur á svona slóðir. Fólkið þarna í sveitinni þekkir ekki þann lúxus sem við lifum við. Maður kom oft á tíðum að fólki við eina lækjarsprænu, þar sem að konurnar voru að þvo upp leirtau, aðrir voru að þvo þvott, sumir voru að baða sig og aðrir voru að setja á neysluvatnið á gulu brúsana og svo voru aðrir að þvo farartækin sín. Og þetta skiptir máli að gera þetta í réttri röð, en þetta er víða í Afríku. Svo kom ég að lítilli tjörn, þar sem að menn voru að baða sig og annar maður var þar með mótorhjólið sitt að þvoða. Og svo í tjörn með hliðin á þessum var stór tankbíll að dæla upp vatni sem að var að fara með sem neysluvatn. Þannig að aðgengi fólks að hreinu vatn þarna var ekki til staðar. Þetta var bara mórautt vatn. Þú nánast gast fundið það bara við að snerta vatnið. Þegar ég kom í morgunverðinn þá tók ég eftir fólki við svona hringlaga borð. Það sem var sérstakt við þetta fólk, það var hvernig þau mötuðust. Þau tóku flatbrauðið, rúluðu því upp með matinn í og stungu sig svo matnum ekki upp í sig, heldur sessunöt sínum. Og ég fór að spyrja það þetta og þá sögðu þau að þetta væri aldagömmul hefð. Þegar að fólk gerði sér dagamun og færi svona út að borða eða væri saman á veitingastöð, þá væri þetta yfirleitt venjan. Og þarna fólkið að sýna hvort að öðru væntumþykju og virðing með þessu. Og ég spurði hvort þetta væri eitthvað tengt trúnni og þau sögðu nei, við erum öll kristin. Þetta er bara hefð hér í Eþíópíu. Og þó ég get ekki hugsað mér að innleiða þessa hefð í minni fjölskyldu, en þá var þetta var bara falleg stund. Og það er líka hitt að vegirnir og samgöngurnar allar eru víða hvar úr lagi gengnar. Og fyrir mig þá er þetta svo mikið atriði að passa upp á mótorhjólið. Þannig að bara það að fá högg á gjörðina eða dekkið getur bara eyðilagt ferðalagið fyrir mig. Ég verið að stoppa þar. Þannig að það er enga varahlut að fá. Eitt af því sem ég átti erfitt með að venjast í Afríku, það var það að sjá alla gangandi með sveðjur. Mér fannst það eitthvað ógnandi, en svo var mér bent á það að sveðjurnar eru notaðar í friðsamlegum tilgangi. Vegna þess að ef að urðardýrin, asninn, verður orkulítill, þá fer fólkið og nær sér í gras eða annað ætilegt fyrir asnan og við það notaði sveðjuna. Þannig að mér leiði nú strax betur við þessa vitneskju eftir ég hafði heyrt þetta. Á leið minni þá stoppaði ég oft á tíðum til þess að taka myndir af fólki. Nægt var myndefnið. Þetta er ekki þannig að ég stend einhvers staðar í fjarlægð með aðdráttarlinsu og er að taka mynd af fólki. Ég er yfirleitt í mjög mikilli nálægð við fólkið. Sem þýðir það að maður þarf að byggja upp traust og sýna fólkinu virðingu. Og þannig var það þegar ég sá 5 ungar stúlkur koma klyfjaðar af eldi við eftir tínslu dagsins.
Mér langaði til þess að fá mynd af þeim og fékk að lokum að taka mynd af stúlkunum. Ég hef búinn að fá upplýsingar Dorse-ættbálkinn sem bjó í 25 km fjarlægð frá Arba-Minns. Á leiðinni þangað þá kem ég að svona bárujárnsskúrum sem ég stoppaði eftir og þá kom út kona og hún bauð mér bara að skoða mig og taka myndir. Og þarna kristallaðist eiginlega strax þessi mikli munur á líferni þessa fólks og okkar hér í hinum vestræna heimi. Ferðin að Dorse-þorpinu var öllu erfiðar en ég átti von á. Þorpið var í 3500 metra hæð yfir sjávarmáli og ég var því að fara upp mikil fjöll áður en ég kom að þorpinu. Þar hitti ég ungan mann, Gedúna nafni, sem bauðst til þess að sýna mér Við byrjum á því að fara litla vefstofu þar sem 60 manns vinna. Og þarna fylgdist maður með mönnunum vera að þræða vefnálarnar. Þarna var engin tölvuvæðing. Þarna notuðu menn bara hendur og heila og framleiddu dýrindisfatnað. Og því næst gengum við að heimili Gedún og hans fjölskyldu. En í raun og veru stórfjölskyldan býr þarna á sama blettinum. Og mér finnst eiginlega fátt skemmtilegra heldur en að vera boðin inn á heimili fólksins. Og þegar okkur bar að garði þá var kvenfólkið að undirbúa bakstur á bananabrauði og ég hugsaði með þvílík tilvíðun vegna þess að ég er svo sólginn í bananabrauði. Og þarna fylgdist ég með kvenfólkinu raspa niður trefjarnar af bananatrénu. Síðan að hnoða þetta allt saman og flytja út og að lokum að setja stóra pönnu yfir eld og baka bananabrauðið. Og þegar að bananabrauðið var fullbakað, þá var mér boðið inn í eitt húsanna þar sem að ég fékk að smakka. En áður var hunangi hellt á brauðið og þvílíkt lostæti. Þetta er búið að vera alveg frábært. Kynnast Dorse-fólkinu. Ég get bara sagt þér það að þetta er besta bananabrauð sem ég hef smakkað ævina. Punktur. En inn í þessu húsi, eða smáhýsi, var eldur á hlóðum og náttúrulega fyllti alltaf reyk. Og ég átti í erfiðleikum með mig að bara anda og mér sveið svo í augun og ég spurði fólki hvort að þetta væri gott fyrir heilsuna. Þau bara horfðu hissa á mig og sagði, þetta bara hefur gengið svona gegnum aldirnar og ekki hvort að afi sem er nýlátin 103 ára. Þannig að það má sjálfsagt öllu venjast. Eftir bananabrauðið þá fórum við út og hún sýndi mér lítið smáhýsi sem hafði verið sérstaklega byggt utan þau hjónin þau giftu sig. En það er hefð fyrir því að nýgift hjón, þau dvelja í svona hýsi í 3 mánuði. Þau geta farið á náðhúsið en að öðru leyti dvelja þau saman í 3 mánuði til þess að tryggja það að þau eigi hamingjusamt og farsælt hjónaband. Og svo í lokin var ég kvaddur með dans og söng. Og þegar maður gekk þorpið þá skynjaði með mikla friðsæld. En maður sá líka það að lífsbaráttan var hörð. Þarna sá ég konur klyfjaðar af eldi við sem þær höfðu verið að safna daginn. Allar berfættar. Og svo sá ég líka ungar stúlkur með sigð að skera heyið, grasið fyrir skepnurnar. Þessi harða lífsbarátta, við myndum skilgreina það þannig, en hjá þessu fólki þá er þetta bara hluti af lífinu. Ég fékk sent myndbrot frá Abdu sem hann hafði tekið einmitt af konum fara til þess að safna eldi við hennum.
እናበስልበታለን ወጡም ቡናም እንጀራም እሱ ነው። የቀረችው ደግሞ 50 ብር እንሸጥ 40 ሸጥን። ያው የተረፈችው መንገዱ ላይ ያው ሽጠን ነው። Mér fannst þetta svo meistaralega vel gert hjá honum og sýnir svo vel hvernig líf þessara kvenna er. Það aðalega tvennt sem að konur þurfa að hugsa fyrir utan náttúrulega það að halda heimil og hugsa börnin og mat og allt slíkt, að þá sækja þau eldiviðinn og vatnið. Þetta stór athöfn hjá þessu fólki og sérstaklega í sveitinni.